Já, kæri hlustandi, þú ert að fara að hlusta á ársreiningaþátt frá Pingjunni. Við vildum bara minna þig á að það er þriðjudagur. Já. Og í dag er þriðjudags tilboð og hvað er betra en að velja sér eina Dominos með 3 áleggstegundum á 1100 krónur. Það er ekki mikið. Nei. Svona, í síma með þig, pantaðu. Já, panta núna. Já, kæru hlustendur, verið velkomin að viðtækjónum. Það eru Pingjuliðar, Addi og Iddi, Arnar Þór og Yngvi Þór sem að helsa ykkur. Verið velkomin. Já, til með að minnast á hópin okkar, Facebook, Deep Into Pingjan, og ég fekk ábendingu þess efnis að við værum að segja þetta alltaf of hratt. Já. Deep Into Pingjan. Þetta er náttúrulega deep, djúft, Já. into, og nýja, hvernig sem það er, Pingjan. Já. Þýðist sverinn í pingju? Já, En það ekki? Já vel. Þetta er svona djúpingju meðlimir sem að eru þarna og hún er búin að vera á svakalegri uppsveiflu núna, grúpan, og við mælum með að allir... Þetta er að verða eitt af highest net worth grúpum á landinu. Svo er það. Það rignir inn chefum. Það rignir inn. Og þú vilt ekki missa því. Nei, að vera í slagtági með þessu. Þetta er grúpa sem executives láta sjá sig. Já. Og tjá sig. Algjörlega. En annars eitthvað nýtt í þessu? Já, það er kannski bara komin tími til að bjóða fólk velkomi í seríu 3. Já, það er komin seríu 3. Já. Einmitt. Hvernig var seríu 2 svona? Það var shit show, eins og bara við varum að búa. Eins og True Detective, seríu 2, já. Og ég tók eftir sem miðja seríu, því að ég er búin að vera að horfa á þætti sem heita Shooter á Netflix. Og þar gerðist þetta helviti, koma aftan að mér óvarum, að ég var alltaf inn komin í seríu 3. Já, aðeins þú fattaði það. Aðeins að ég fattaði, og þá neldaður að þannig sko að vondikallin var drepinn í fyrsta þætti í seríu 3. Já. Og við í rauninni erum í sama leik núna sko. Einmitt. Ef taka eitthvað recap á þessu, við byrjum þetta náttúrulega á þessu sveitafélaga shit sjói. Það var alveg shit sjó. Já. Og bara ef þið viljið hlusta á þann þátt, þá skulle við gera núna, því að honum verið 1 á næstu 4 vikur. Líklega. Svo það fari ekki sögubækurnar. Já. En þetta var, sería 2, þetta var fínt að mínum mati. Fín sería, og eitt sem að ég var að hugsa, við ættum eiginlega að fara alla leið með þetta og gera svona póstera fyrir seríurnar. Eins og Back to the Future alltaf mismunandi pósterar og finna nafn með hlustendum. Sería 1, hvað engendi hana? Það var náttúrulega prónendin, Pési, svo datt hann í rauðvinsetekið, Rekin, Almanakið. Svo var hugsjónafólkið dóldi í annari seríu. Já. Það dóldi mikið það. Já, ég sé svolítið fyrir mér að sería 3 muni heita The Winter of Working Moms. Vetur hinna vinnandi mæðra. Viltu útskýra það eitthvað nánar? Nei, bara við erum að byrja núna til dæmis á 2 fyrirtækjum sem að sögulega sé, þá hefur verið talað um að húsmóðurinn stjórnir þessum kaupum sko. Já. Þetta eru dagvöruverslanirnar. Við ætlum að allavega taka 1, kannski 2. Já, þetta mun á öllum líkindum verða að 2 þáttaserja. Já. Og ætlum að byrja núna dálítið svona í stóriðjunni. Já, við förum ótrúlega geist. Já. Og fyrir geist á stað. Er það ekki bara? Þetta er vinnuheiti á seríu 3. Já, skemmtilegt. Vetur hérna vinnandir mæðra. Yfirskriftin, sko. Já. Skemmtilegt. Ég heyrði það nú reyndar hitt eitt fullan niður í bæ fyrir einhverjum 3 vikum og hann sagði að þú væri rödd hinna rísandi kynslóðar. Já, það? Já. Það bara góma. Já. Í einu samtali. Lentið þú í sama samtali? Já, voru það ekki bara við 2 fullir að tala saman? Jú, já, þú ákvæmst að þú væri... Ég lendi í svipu, herðu. Nei, þetta hefur aldrei gerst. Herðu, pásum þetta eins. Já, við afsökum þetta. Þetta var á móðu mín. Já. Hún hafði ágjur af mér. En það er allt í góðu með mig. En, já, einmitt. Við höfum verið að fá mikið lof. Já, það ekki? Sem er vel. Við erum að gera eitthvað gott. Og við erum svona rödd hinna rísandi kynslóðar. Já, hinna rísandi kynslóðar. Power to the people, segi ég. Akkurat. Og þessi sería verður vetur hinna vinnandi mæðra. Já. Er það ekki? Það er ágætt snabbt. Vinnuheiti. Skulle segja það. Vinnuheiti. En, ekki bara fara í þetta? Jó, kannski að koma, herðu, ég náttúrulega er að fara að skreppa í Sútöpp á eftir. Sútöpp, já. Og dæla í mig, nýju pari. Sko, manns, þú leggur þarna fyrir framann. Já. Þú horfir inn, þú lætur þig dreyma glaðan dal, ekki dimman, bjartan dal. Já, bjartan dal.
lokar augunum, svo bara labbar inn, tabula rasa, tabula súta og ekki vera með neinar hugmyndir. Jökull og Egill bara sjá þig. Þú segir bara mér vantar jakkaföt og mér langar að vera flottu. Og þeir gera þig flottan. Þeir mælaði allan inn út. Og það náttúrulega vor og sumarlína núna í gangi, blússandi í gangi. Það alltaf að vera með hugmyndir. En þegar þú ert komin inn, þá ert í höndum sérfræðings. En kíkið á vor og sumarlínu sútup. Þetta náttúrulega Þetta listaverk. Þú myndir aldrei setjast í stólinn hjá tannlækni og fara að segja honum hvað hann ætti að gera. Nei. Ekki labba að inn. Þetta svipað. Já, ekki labba að inn og fara að segja Jossa og Agli hvað þeir eru að gera. Sko. Þeir segja þér hvernig þetta á að vera. Já, en við þökkum Sútup kærlega fyrir samstarfið og endilega kíkja í mælingu eða bara, þau eru með skyrtur og tilbúin jakkaföt á staðnum. Já, ég að hugsa að hlaði vesti, fyrsta skipti á æfinni. Já. Það mun eflaust faraði vel frá þeim að minnstakosti. En heyri, ef við þá ekki bara demba okkur í yfirferðina. Þetta kannski eins og einhver hefur tekið eftir nafn þáttarins, það Costco. Já. Og já, þú veist, þetta ekki beint svona kaupmaðurinn á horninu þáttur, sko. Nei. Nú erum við, eins og ég sagði, sko, við erum konur í svona í dálítinn skala. Já, þú veist. Og ég nokkuð vissum að þeir sem að draga andan svona yfir 20 í dag muni eftir innreið Costco á markað og öllu bara brjálaðinu sem að því fylgdi. Það voru ófáar dómsdagsspár hér á landi. Þetta átti náttúrulega að setja bara allar verslanir og olíufélög landsins á hausinn. Já, ég meina, ég var að biðja fyrir heildsölum áður en ég fór að sofa. Já. Það var bara, ég signaði mig, fór með amenið og bað bara Guð að Egran og Garri og allar þessar íslensku heildsölu sem við eigum, þær fengi að lifa. En það spáði í þessu bara, þú veist, Costco, þetta ógnaði sko raftækjaverslunum, retailverslunum, heildsölum, bensínstöðum, þetta bara kom eins og einhver stormsveipur hann inn. Og það voru einmitt, eins og þú segir, einhverjar dómsdagsspár. Já, ég meina, Guð blessaði heildsalana og... Já, en við erum svo sem enn að bíða eftir því, en þau hafa vissulega veitt aðhald. Já, við getum verið sammálaðir um það. Þetta var ekkert annað. Það bara, þetta svona aðhaldsaðför, einhvers konar, sko. En, sko, þetta nú sennilega fyrsta fyrirtæki sem við fjöllum í þessum þáttum sem með erlent eignarhald að fullu, sko. Já, það? Ég held það, ég nokkuð vissi það. En sko, þetta fyrirtæki, það heitir Costco Wholesale Iceland EHF. Og það að fullu í eigu Costco Wholesale International Inc. Incorporated. Sem svo í eigu Costco Wholesale Corporation sem skráð í Washington ríki í Bandaríkjunum. Og það skráð á kauphöllina Nasdaq. Já, þetta er erlendi séfar sem stjórna þessu. Já, þú kannski með einhverjar fleiri upplýsingar sko, vilt að ég glussi smá djús strax? Já, að þú ert með einhverjar svona upplýsingar upprunan þarna. Já, sko, ég var að hugsa nefnilega út af því að við ætlum að gera þessa seríu fyrir hérna vinnandi maður. Já. Að taka hann fyrir sem milljónamæringu vikunar næst, Founderinn og fjalla hann. Það getur verið skemmtilegt. En hann hefur getið af sér einstaklega gott orð og heitir James Senegal. Og það verður svolítið gaman að fara þá tilbaka hvernig tilurðin varð. En hlakka mikið til að heyra það. Það sem að lifir með honum að Costco hefur af svona þessum hybrid wholesale, retail, heildsölu, smá vöruverslunar fyrirtækjum alltaf verið með hvað lægsta starfsmannaveltu og það var það sem að hann skar sig út framan af var að hann borgaði hærri laun heldur en gengur og gerist á almennumarkaði í Bandaríkjunum því að hann hafði þá trú að ef þú kemur vel fram við starfsfólkið þá kemur það betur fram við viðskiptavinna hérna og allir verða betri þannig að þú býr til svona win-win situation sko. En bara til að fara aðeins yfir business modelið og segja frá Costco þá þetta stofnað sko, býtu hvað var þetta? Þetta var 76, 12. júlí 1976 í Seattle og það sem svona sker þá út í dag og hefur alltaf gert þetta membership model sem að þú kannski kannast við að þú þarft að kaupa í kort. Þetta ekki eins og að skjótast inn í bónus, sko. Nei, og þetta eina verslun bara í heimi sem að þekkist fyrir þetta? Þetta nokkra fleiri þarna? Allavega á Íslandi, auðvitað. Jú, ég var nú reyndar að heyra af einu nýju sem með þetta módel. Nú? Kampaðinsfélagi hans, Stefán Leynars, það membership módel. Það membership, já. Þá færðu aðgang að betri vínum á skemmtilegt. Hann svona high-end. En þetta módel, að ég held, var það fyrsta svona þekkta
erlendis, það talað Amazon Prime sé í rauninni, þeir horfðu til Costco þegar þeir tóku sitt. Kannastu við Prime? Þá borgaru árgjald sem held ég $80-90. Amazon Prime, já, nei. Sko, það geta allir vesla á Amazon. Það verslunin þarna, þessi þráðlausa verslun þarna? Já, Amazon, akkurat. Nei, ég er ekki að tala það, ég er að tala Amazon Prime, þú veist, þeir eru konum með verslanir þar sem þú bara lappar inn, tekur vörur og lappar út. Nei, ég er að tala sko, allir geta vesla á Amazon, þú varst ekkert að grilla. Ég veit hvað Amazon er. Já, allir geta vesla á Amazon. Svo getur þú keypt þér Amazon Prime aðgang, þar sem þú borgar árgjald fyrir að vera með alls konar fríðindi. Þú fær til dæmis 2-day shipping. Innifalið, það getur verið einhver afslættir og fleira. Þetta til dæmis það sem að kemur frá Costco. Til að tala aðeins business strategíuna, að þá þetta í grunninn heildsala. Þú fær meðlimakort til þess að koma inn í heildsöluna. Þeir gera nær einungis út á economies of scale, þannig að þú ert að koma að inn í því yfirskinni að þú ert að fá vöruna á ódýrara verði, en þú ert að kaupa hann í meira magni. Nokkur svona hlutir sem gera þá unique, þeir eru yfirleitt bara með á bilinu 3.700 til 4.000 hluti hverju sinni inn í vöruhúsinu. Ef við tökum aðrar matvöruverslanir þá er kannski 60 til 90.000. Já, þú ert að tala að vörumerkjum. Vörumerkjum, það er já. Fyrir hvað stendur það aftur? Ég veit ekki, eitt vörumerki. Já, við höfum rætt þetta. Í Costco, já, við öruglega, þú fer í Króna og vilt velja úr 4 barbecue-sósur. Costco er þessi eina bara þennan daginn. Svo náttúrulega það sem maður eru orðnir mjög þekkti fyrir er private label Kirkland vörur, þar sem þeir eru... Það eru bara completely, það er bara Costco. Það er bara Costco frá A til Ö og þá fara þeir í svona nokkuð skonar útboðsferli, það sem velja sér bara partner í að búa til ákveðna vöru sem verður undir Kirkland merkinu og þetta er svona 25-35% af vöruframbúðin inn í Costco. Þessi prósenta er bara svona nokkuð algeng. Ég meina þú getur séð þetta í öðrum verslunum, Krónan með í majónes og... Já, en ég efast nú að það sé 25-30%. Nei, en þú veist, ég held að Íslendingarnir sé ekki jafn grimmir og þetta gerist erlendis. Það er bónus sem byrjar á þessu, sín tíma. Bónus appelsínusafi og þetta. Bónus kjúklingur, bara allur fjandinn. Svo er nefnilega eitt skemmtilegt. Aldi og Lidl, sem eru þýskar svona lágurverslanir, sem bara Walmart, og Trader Joe's, þau eru búin að snúa þessu módel á hliðina. Þau eru með 70-80% private label. Já. Og taka svo inn 20 kannski %. Af öðru. Athyglisvert. Heyrðu, aðeins aftur yfir í Costco. Þetta eru 105 meðlimir, eftir því ég leit síðast. 105 meðlimir? Milljónir meðlima. Og mjög lúmst áskriftamódel sem í rauninni býr til þennan massa, þannig að þeir geti með nokkru vissu vita hvað þeir eru að panta fyrir hönd margra þeir eru sækja bestu verðin sem þeir síðan skila til. Og geta náttúrulega á endanum bóði læra verð, þú veist, líka, lækkað marginuna. Já, og þetta er rauninni, akkurat, og þetta er rauninni það sem býr til þetta pricing power, að þeir eru með allan þennan massa á baku sig. Ég hefði nú kannski mátt gera aðeins betur í því hérna að taka hvað þetta eru marga verslanir út í heimi, en þær eru náttúrulega hérna á Íslandi bara ein. Já. Sem opnaði, eins og þú segir, 2017 í Kauptúni. Charlie Munger er í stjórn. Kannastu við hann? Býtu nú við, ég heitir að nafna á þér. Býtu, já, það er buddy of Warren Buffett. Já, alveg rétt. Þetta er hitt heilakvelið í Berkshire Hathaway. Hitt zombíið þannig, þeir eru þarna tveir saman alltaf. Og það hefur svolítið stýrt í að sko Costco hefur oft vakið 98 ára. Já. Og hann er bara ennþá in business. Já, hann er svakalegur sko. Skemmtilegt. Já, ég ber virðingu fyrir svona mönnum. Já, og það berðist svolítið merkir svona hvernig fyrirtækinu stjórna, þeir eru ekkert svakalega skuldsettir. Þetta er mjög old school hugsun bakvið aft. Og það er talað að strætið á við Wall Street, bóðisatnir, strætið. Þeir hafa ofta ekkert guttir að, þú veist, litla skuldsetningu, þeir nota mikið kass eins og þeir bara fara á nýja staði. Þú ert reyndar örugglega með aðeins meiri djús eða hvernig þeir fjármögnuðu það. Já. En svona, þeir hafa oft verið, meira konservatífir, auglýsa aldrei og er ekki með PR-deild. Það er svo? Já, eða þú veist, þeir eru ekki með outside auglýsingar neins staðar. Ég er á postlista hjá þeim.
ég myndi giska að vera svona 2 ár síðan þeir byrjuðu að þýða niður á íslensku sko. Þetta er veist, allt yfirlát af þessi fyrirtæki er einhvern veginn bara svona hálfgert rusl en þú veist, við erum þarna fyrir betri verð. Já, klárlega og þetta var, neytandinn var glaður, launþeginn var hoppandi kátur yfir þessu, yfir tilkomu Costco sko. Já, og þú veist, erlendis, þau hafa verið fræg fyrir eitt sem ég hef ekki séð svo mikið hérna að það er sko, þegar þú varst að koma í Costco og svo mikið af svona vörukynningum og á að vera algjör veistlega að geta farið í Costco erlendis og smakka eitthvað skemmtilegt og svona og svo er að verði þann á kjúklingu og pulsum sem hafa veldi bara ekki breyst frá upphafi og það er svoleiðis allavega á kjúklingnum erlendis, Íslandi er náttúrulega bara telst ekki inn í þetta en það er eina svona vertical integration sem þeir hafa nokkuð tíma farið í það var að kaupa kjúklingabú til að halda kostnaðinum á kjúklingum en það er lágmarki það er eitthvað prinsip hjá þeim þá bara akkurat en athyglisvert þetta er svona það sem ég fannst áhugaðustu punktarnir þú veist við getum tekið hérna örsnögt getið sagt er veltuna á heimsvísu þetta er náttúrulega þegar að verða svona stóra tölur þú veist þá eiginlega bara svona tínastær maður sjá það missir allan sens þú veist ok, ég ætla að skúppa bara Ísland 21 milljarður sorry að ég sagði það Erlendi, eða þú veist Costco total velta er 195,9 B 195 miljardar bandaríkjadollara þannig að þetta er upphæð sko já en já, takk fyrir þetta og ég hérna rúla eins yfir í ársreikningin eða já, kíkta á þetta, heyrðu, og ég ætla að gera eitt á meðan ég ætla að komast að hvað er mörg location worldwide, þannig ég geti verið með það hvað Ísland er, já, sorry takk fyrir það, já, ég byrst afsökunar heyrði, sko já, eins og við komum inn á hérna áðan þá opnar Costco í Kauptúni í Garðabæ 23. maí 2017 og því var eðlilega streymt beint með bara lifandi fréttavakt og ég veit ekki hvað og hvað Hensin, sorry, 828 flott já, ég hefði einhvern veginn giskað á fleiri samt 800, já, ég veit ekki en þeir eru í vaxta fasa, Ísland til að mynda var fyrsta Norður-Evrópuríki sem að Nordic country sem að Costco opnaði í og við áttum að vera einhvers konar pröfumarkaðar fyrir skemmtilegt fyrir Skandinavíu og þeir eru núna opnið í Svíþjóð meðal annars og það er talað um að þeir eru að taka íslenska módeli þangað til Svíþjóðar? Nei, ég veit ekki það mun aldrei vera þannig ok en allan að já, ég ætla að koma inn á hérna einmitt að sko í byrjun þannig að 2017 þá var búið að selja 40.000 meðlimakort við opnun á Íslandi? Já og mér minnir að kortið hafi kostað 5.000 skall þá og gerði það einhvern enn þannig að þarna voru þau komið með einhverja 200 milljónir hérna bara í kassan, beint við opnun þetta ár hérna 2017 það fór nú ekkert sérlega vel á stað svona ekki í bókunum en sko reikningsárið hjá þeim er frá 1. september til 31. ágúst þannig að nú er ég í rauninni bara að fara að skoða rétt rúma 3 mánuði af fyrsta rekstrarári en þessa fyrstu 3 mánuði í rekstrinum, þá tapar félagið 372 miljónum, hvort sem þið trúið þið ekki og ömurlegt ár allavega þú veist ekkert sérlega góð byrjun en þetta ár var veltan 8,7 miljardar og það sem komir hvað mest á óvart er einmitt hvað framleiðin er rosalega lág hérna hjá þeim en sko ef við skoðum álagninguna sem er bara hreinlega sala deilt með kostnaðarverði seldra vara þá er þetta ekki nefnum 12% álagning og sjálfsögðu er það eitthvað sem að launagjöld og annar ekstra kostnaður og annar bara éta upp í kvelli og þetta skilaði þeim því bara neikværi EBITu upp á 540 miljónir og ef afskriftir eru dregnar frá til að fá bara ekstra tapið sem er bara til að koma inn á þú ert að nefna álagninguna ég hefði átt að nefna það er hluta business strategy-ni að það er að hámarki 15% fyrir það er þannig fyrir alla vörur þetta er náttúrulega stór skemmtilegar upplýsingar þetta geti ringlast aðeins á Íslandi þegar þú komið með gengismun eða hvernig það er sko en svona heilt yfir er strategían þeirra að hámarks álagning á vörur er 15%. Þetta mun koma til með að hækka með árunum en svo er líka annar punktur í þessu sem að ég kem inn á líka sem er mjög skemmtilegur sko. En já, þetta fyrsta ár hérna
EBIT sem sagt í rauninni rekstrar tap, það neikvætt upp á 635 milljónir. Það sem að rífa þau upp hérna eru netto jákvæð fjármagnsgjöld. Svo það eiga hérna eins og ég sagði hérna í 300 enda í segi 372 miljón krónar tapi. Nú til að fara aðeins yfir hvað kostaði að koma þessu öll af stað, þá þarf ég að fara aðeins aftar. Félagið var í rauninni stofnað 2014 þó að búðin hafi í rauninni ekki opnað sem slík fyrir hérna í maí 2017. En félagið fær lán frá móðurfélaginu fyrstu 2 árin, 2014 og 2015 upp á samtal 68 milljónir króna sem að, þú veist, það er ekki stóra fjárhæð. Þetta kom í umslagi, ég geti vel trúið því. En mér sýnist, þetta hafi verið bara veitt upp á, til að bara svona fjármagna tapið á þessum árum. Það voru náttúrulega engar tekjur að koma að inn, en samt var hellingskostnaður í kringum þetta, sko, hérna, þessi ár áður en að reksturinn hófst. Og það var aðalega flokkað undir annan rekstrakostnað þessi fyrstu 2 ár og það kemur fram með mitt hérna, fremst í fyrsta ársreikningnum að þetta félag hafi verið stofnað þarna 2014 í þeim tilgangi að hreinlega skoða möguleikann á því að opna Costco á Íslandi. Þannig að þessi kostnaður er í rauninni í kringum bara svona alls konar samningagerð, leyfisumsóknir og einhvers konar framkvæmdakostnað á lóðinni þarna í kauptúninu, sko. En svo kemur líka dálítið skemmtilegt hérna fram í upphafi ársreikningsins að hérna, eða alveg fremst í honum að ef allt gengur eftir áætlun með veitt leyfi og annað, þá muni verslunin opna einhvern tímann árið 2016. En eins og öll góð plön þá hérna, á þeim til með að seinka. Það sem gerist þó hérna, árið 2016, eftir 2 ára af umsýsluvinnu, þá kemur stóra innspýtingin. Þá er hlutafé aukið 3,5 milljarð af móðurfélaginu. Takk fyrir. Og rúmur 2,5 milljarður af því fer í svokallað investment in fixed assets samkvæmt sjóðstreymisyfirliti sem er í rauninni bara ekkert annað en fjárfesting í rekstrarfjármunum á íslensku. Akkurat. Þetta eru innréttingarnar í Já, pítsastöðunum. og býttu aðeins þegar ég skoðaði hérna skýringarnar fyrir efnahagsreikninginn. Þá skiptist þessi fjárhæð niður á lóð fyrir 280 milljónir. Fasteign og framkvæmdir rúmir 2,24 milljarðar, þess að 2 milljarðir 240 milljónir. Og svo voru hérna tól og tæki fyrir einhverja 7,5 miljón. Svo þú sér það, sko, afskriftir munu koma til með að vera nokkuð þungar með við þetta, sko. Þannig að þetta var svona cirka startkostnaðurinn áður en verslunin var bara hreinlega standsett og eftir stóðu 880 milljónir í handbæri Pingjufélagsins. En þá skulum við víkja hérna aftur á árinu 2017. Opnur árið eins og ég nefndi hérna áðan, byrjaði reksturinn ekkert sérlega vel á bókunum en þetta ár voru, sko, það voru alvöru framkvæmdir þetta ár. Og það kemur bersýnilega í ljós á efnahagsreikningnum. Og þau fá hérna 4,3 milljarð króna innspýtingu í viðbót frá móðurfélaginu í formi hlutafjár. Og af því fara tæpir 2,8 milljarðar í fasteign og framkvæmdir líka, við ofan álag það sem var á árinu áður og 860 milljónir í áhöld og innréttingar. Þannig að ef við tökum allan kostnaðinn saman bara fyrir það eitt að standsetja Costco eins og að leggur sig, þá erum við áætla svona rúma 6 miljardar pluss. Svona 6,2 miljardar kannski, svona eitthvað í kringu það. Já, ok. Og þú veist, og þessi að 200 milljónir sem ég bæti við hérna er kannski svona umsýslukostnaður og annað, sko. Já, þetta helviti seiningahús hana. Já, en sko hér ég geta hent þessu upp á milljón. Já, hér er ég ekki einu sinni að telja vöruköpi með inn í jöfnuna, þú veist, bara til að hafa allt ready bara við opnun. Það eru tæpi 10 miljardar ef við legg saman kostnaðarverð seldra vara og birgðastöð í lok tímabilsins, sko. Já. Þannig að þetta finnst mér stórmerkilegar upplýsingar. Já. Standsettur staður pluss vörur í verslunir, bara í verslunina. Rúmir 16 miljardar, takk fyrir. Já, ég segi bara, ef þið eru að hugsa að setja kassi eitthvað, það er frekar í pítsastaði eða ísbúði eitthvað, þið eigið ekki að fara í þetta. Það er ekki beint hlaupið að þessu, ég er ekkert vissum að Binni í bankanum myndi taka neitt sérstaklega vel í þessa hugmynd ef við myndum pizza þessu á hann. Hann er hóvar, Una kemur kannski með okkur. Já, Una í bankanum, það er aldrei að vita. En allavega, ég vona að ég hafi náð að gera þessu fyrsta rekstrarári svona ágætis skil. Já, þetta var allt í lagi. Já, við skulum þá bara demba okkur hérna yfir í 2017-18 eins og ég nefndi. Ársreikningurinn þetta er ekki heilt ár, þannig að við tölum þetta í rekstrarárum, sko. Já, og akkurat. Þetta er 2017-18. Sorry, bara, það er eitt sem ég langar að koma inn á. Þau fylgja fiskveiði árunu. Já, er það ekki nákvæmlega? Jú, 1. september til 31. ágúst. Já, þetta er bara nákvæmlega það. Já, þannig ég tengi mjög sterkt við þau og ég fagna þessu. Já, við fagna þessu. Þetta eru, já.
En já, komum okkur yfir í 17-18 og skulum bara vona að reksturinn hafi gengið betur það rekstrarárið en það einmitt, þetta fyrsta heila rekstrarárið. Já. Og jú, það sala upp á 21 miljard rúman, takk fyrir, sem fyrr þó álagningin svona með larramóti, 15,7, þannig þau komin svona nær þessu hlutfalli sem þú varst að tala að það markmiðið, sko. Já. En þetta ár ólíkt í því fyrra, þá jákvæð EBITDA. Hún 316 miljónir. En svo byrja helvítis afskriftinnar að kikka þarna inn eins og ég nefndi áðan. Þær eru þungar. Já. 363 miljónir. Gjörsamlega þurrka út jákvæðu EBIT-una. Hér EBIT því orðið neikvætt 47 miljónir. Ok, en svo gerist eitt. Ennþá merkilegra. Og það að fjármagnsliðirnir sem eru yfirleitt, þú veist, vaxtatekjur og vaxtagjöld og þetta. Já. Þau koma út sem nettó jákvæð stærð. Sem sagt útlánastarfsemi. Nei, þú veist, það eru náttúrulega innlánsvextir og útlánavextir og yfirleitt eru útlánavextir hjá fyrirtækjum, þú veist, herri. Já. Svo líka annar liður undir þessum fjármagnsliðum sem heitir gengismunur. Já. Ok, en þessi fjármagnsliðir, þeir koma út sem nettó jákvæðir upp á 226 miljónir. Manstu, ég sagði það, þessi sería heitir Já, vetur, vinnandi maðra. Móður þín að ringja núna. Nú móður mín að ringja. Já, móður mín búin að vera að ringja þetta líka. Já. Getur við tekið 10 áður við förum, já. Já, þá símtalinu lokið. Já. Herði. Vetur vinnandi maðra. Vetur vinnandi maðra. Herði, við skulum bara demba okkur aftur yfir í það sem ég fann svo merkilegt. Að þau fjármagnsliðir, þeir að koma út sem nettó jákvæð stærð, 226 miljónir og það vegna gengismunar. Já. Og ég ætla að reyna að flækja þetta ekki ómikið en það kemur fram í ársreikningi að verulegt hlutfall innkaupa eru varin með svokölluðum framvirkum gjaldmiðlasamningum. Já. Og þið vita þegar þú ert í þessum milljardabusiness sem reiðir algjörlega á innflutning til Íslands með þessa örmynd sem krónan Akkurat. Þá ekki vit í öðru nema að gera þessa framvirku samninga og þeir fela það í sér bara í sinni einföldustu mynd að þú festir gengi krónu gagnvart til dæmis dollara í einhvern x langan tíma í framtíðina og þetta ár virðast þau hljóta ábata því. Þetta basically það sama og Icelandair gerir bara fyrir olíuverð. Já. Þannig að þeir reyndar tapa á því en þannig að þetta snýst allt tímasetningu. Já. Og þau virðast vera með gott sens þarna í þessu hjá Costco. En svo náttúrulega, það hægt að gera framvirka samninga með allan anskotan, gjaldeyri og ráfurur og samt svona aðalega en ég ætla ekki nánar út í það. Allavega, þetta skilur félagið á endanum eftir í tæplega 139 miljón krónar hagnaði sem svona þó ekkert sérstakt hagnaðarhlutfall 0,65% en þó hagnaður. Já. Hér breytist efnahagsreikningurinn ekkert gríðarlega. Lítið fjárfestingar þannig séð, einhverjar 85 miljónir, mest í innréttingur og áhöld og bara, þú veist, ágætis ár, annað ár í rekstri, fyrsta heila. Þá æðum við bara inn í 2018-19 ársreikningin og ég skauta svona mjög fljótt yfir hann, gerum bara langasögu stutta, 19,8 miljardar í tekjur, 6,6% samdráttur í tekjum þetta milli rekstrarára og örlítið betri margína samt, álagningin orðin 16,5% þarna. Þetta ár, greiðlega komin yfir þessi 15% þarna sem þú nefndir. EBITan komin upp í 580 miljónir sem þeirra besta EBITDA framlega til þessa og í rauninni og næstu ára líka. Þetta 2,9%. Já, þetta En nú byrja afskriftinnar að þyngjast ennþá meira og þetta ár eru þær 370 miljónir og þetta étur svona upp bróðupartinn af EBIT-unni. En sem fyrr, þá gengismunurinn að koma þeim til bjargar þarna. Þökk sé framvirku samningun. Og þau stór auka þarna hreinan hagnað milli ára sem endar að þessu í 473 miljónum króna. Og ég vil benda á að félagið það náttúrulega langtíma skuldlaust, einfallega bara vegna þessara bara gífurlegra hlutafjár innspýtingar. Þessi fyrstu ár. Já. Svo efnahagsreikningurinn lítur bara mjög vel út þannig séð. Þetta einhver vaxtamun á viðskiptið það? Nei, það efast ég nú stórlegum. Hólka syngaði herri vexti og hreyfi ekki við, hvað í? En svo það handbært fé í lok þessar rekstrarárs, það í 2,7 miljórum. Veltufjárhlutfallið 2,2
en þú veist, já, þau liggja náttúrulega alvöru magna byrðum sem telur 1,4 milljarða. Já. En þú veist, hér allan komin ágætis hagnaður á félagið og efnahagsreikningurinn bara í toppmálum, ekki mikið fjárfesta á árinu, þannig að við skulum bara færa okkur yfir í 1920 rekstrarári. Það eiginlega bara svona smá copy-paste líka af rekstrarárinu á undan. Allt voða svipaður upphæðir á rekstrarreikning og efnahagsreikningur breytist lítið og samkvæmt sjóðstreymi eru litlar sem engar fjárfestingarhefingar þannig, það þetta er einhverjum 8 kísukúlum fjárfestina sem er ekki neitt, þetta er bara eins og við varum að leigja spólu ef við setjum það í samhengi sko. Já, ég held að vera að tala um 8 hjarta en þú ert að tala um 8 kísukúlur. 8 kísukúlur, það eru milljónir sko. Já, ég veit að þetta er bara okay. En já, ég ætla nú samt að fara svona aðeins yfir helstu tölur á rekstrarreikningunum þetta ár og þar ber helst að nefna 3,7% tekjuvöxt úr 19,8 milljörðum árinu áður í 20,5 milljarð. Þarna stendur álagning nokkuð veginn í stað 16,3% álagning og það virðist vera svona gegnum gangandi álagningin hjá þeim 15-16% einmitt, bara eins og þú nefndir sem er samt, þú veist, þetta er örlítið lægra en í venjulegum stórverslana retail, þú veist, er það ekki svona 25-30? Er það tala um álagninguna? Já, þú ert sérfræðingurinn. Já, ég er með hana hérna, ég ætla að glussa henni á eftir kannski, sko. Já, förum betur yfir það eftir. En ég skal gefa þér smá innsýn, hæst 36. Já. Einmitt, sér það. En það að Costco er talsveit larra heldur en þessar stóru. En allavega, þá er já, þetta er bara svona sama uppskrift og áður, EBITDAn kringu 480 milljónir, afskriftinnar 370 sem er þá til frádráttar, en sko, enn og aftur, framvirku samningarnir, þeir koma til bjargar með jákvæðan gengismun upp á 422 milljónir króna og svo að lokum þá hagnast þau 463 milljónir sem er þó einungis, 2,25% hagnaðar hlutfall, en við vitum það að þessi álagning bara, hún er svo lítil akkurat. Að það er erfitt að ætla að hagnast mikið meira en þetta og í raun ef ekki væri fyrir sérfræðingana í áhættustýringunni þarna hjá þeim sem gera þessa framvirku samninga þá væri bara hreinlega ekki jákvæð afkoma yfir höfuð sko, en hún væri allavega talsvert lægri. Ef ekki væri fyrir gengismunin? Já, það virðist vera. Nú, efnahagsreikningurinn, hann er voða svipaður á ári áður. Eignir eru þó að hækka úr 10 milljörðum í 11,5 og það er eiginlega bara ein stærð sem rýfur það upp og það er handbæra féð. Handbæra pingjan er að hækka þarna tæpa 1,5 milljarð milli ára og það er svona að mestu leyti á kostnað hækkandi skammtíma skulda. Svo er hérna langtíma skuld upp á 218 milljónir sem bætist við vegna leiga og lóð. Hvaða lóð það er nú nákvæmlega? Ég held rættu... Já, það kemur ekki fram sko. Þau náttúrulega eiga lóðina í Kauptúninu eða lóðirnar. Kauptún 2 og 3. Er það skúpa? Eru það að fara að opna nýjan stað? Já, maður veit það ekki. Er þetta samt ekki, er þetta ekki vöruhús annars vegar og svo verslunin að hvernig? Ég þekki það ekki. Þegar þú horfur á mig núna og horfur auðvun á mér, þú ert að horfa beint í gegn. Ég hef ekki hugmyndu það. Kærum ekki þetta. Nei, auðvitað er þetta vöruhús, verslun. Já. En þú veist, þetta er ekki Costco Warehouse eða svona... Jú, þetta er náttúrulega bara, þú veist, þeir skilgreinar sig sem heildsölu. Já, í raun, já. En já, bara fínt ár þarna hjá þeim, en við skulum bara þá dempa okkur yfir í nýjasta ársyningin. Já, Costco Wholesale, ekki Warehouse. Já, Wholesale, já. Þannig að það er tímabilið 2020-21 og við skulum bara byrja á áður en í fyrir það kannski að koma inn á okkar fólki á Payday. Já. Það er heitt í dag. Það er sprengja á leiðinni. Það er komin inn hot. Já, það er líka, við máttum segja frá sprengjunni. Við máttum segja frá henni og þú kannski delir henni. Það er í alvörunni verið að búa til stuðulátna í anda pingjunar. Já. Eða sem sagt svona... Hvað segir maður? Svona yfirlitsmynd. Við fengum viður af þessu út í bæ og nálguðum Björn og hann staðfesti og sendi okkur mynd að það er sérst að koma uppfærsla frá Payday og það hefur verið að bæta mælaborðið. Mælaborðið í dag, ég hugsaði hvað ætlar að bæta? Það er ekkert að bæta, þetta er veisla. Þú ert með allt sem þú þarft í þessu mælaborði og það sagði nei. Það vantaði tekið per starfsmann. Þannig að það er dettinn í Payday, tekið per starfsmann. Fyrir alla sem eru með lítinn business núna og vilja fara... Það var þetta eina viti. Já, þetta. Algjör veistla. Og við vorum einmitt inn á Dýmpitt.pingjan að setja inn kóða sem þú getur notað sem afsláttakóða. Það fær 30% afslátt af fyrstu 3 mánuðum. Já, ef þú notar. Endilega nýta sig það. Akkurat. Payday, kæra þakkir. Já. Herðu,
tekjur, skulum byrja á þeim ársreikningur 2020-21 og þar tekjuaukning annar ári röð, þetta skiptir 6,3% aukning sem bara nokkuð vel að sé vikið metvelta 21,8 milljarður ekkert meir það að segja kostnaðarverð seldra vara það var í kringum 18,8 milljarðar og nú álagningin 16,1% og þetta ótrúlega stabílt milli ára búið að vera í einmitt bara 16%, 3 ári röð og 15,7 árið þar áður. Það kannski erfitt að fara að bera Costco saman við eitthvað annað hér á landi en þú ert vissulega með einhvern svona samanburð við stóru retailana. Býttu bara. Ég náði í gögn úr heildsöluþættinum okkar og þar sem að náttúrulega Costco flokkar sem heildsölu. Já, býttu hvað heildsölu þáttu á það? Core. Já. Þar erum við Innes, Nathan Olsen og Core og álagningin eftirfærandi þar. Innes 49%, Nathan Olsen 32% og Core 60%. Þetta eru tölur frá 2020. Álagningin hjá heildsölum? Já. Af hverju var ég að biðja fyrir þeim? Nei, ég segi það. Costco. Hvað var hún áður en ég kom? Costco náttúrulega talsvert læri en þetta sko. Hvað var, þú skalt bara reikna það núna, hvað var álagningin áður en þeir komu? Já, það reyndar ágætis punktur. Þetta hlýtur á að lækka eftir það. Ég veit ekki. Já, heyrðu, ok. En svo það laun. Skulum fara yfir í launin. Mér finnst það stórmerkilegt. Alveg stórmerkileg starf hjá þeim vegna þess að þau eru samkvæmt nýjasta ársreikningið. Ok, þau eru með 226 manns í vinnu, 161 í fullu starfi og 65 í hlutastarfi. Akkurat. En sjáum nú til. Launakostnaður Costco ekki nema 8,8% af heildartekjum félagsins. Já. Og þá á ég við sko laun og launatengd gjöld. Heildar launakostnaður og sko ég held við aldrei séð þetta svona lágt áður, þetta hlutfall. Ég held bara alls ekki. Eða hvað? Nei, ég held bara ekki. Ekki einu svona mandi sem að hefur legið undir ímis ásökunum með þetta. En launakostnaður 1,9 milljarður þetta ár og það gerir 707.000 krónur á haus með launatengdu gjöldum. En sjáðu til hluti af þessu erlendur launakostnaður og svo eru einhverjir þarna í hlutastarfi og svo það rosalega erfitt að fara að áætta þessa stærð bara nákvæmlega sko. Við vitum það allavega að launakostnaður fyrirtækisins per starfsmann að meðaltali heilsás og hluta 707.000. Þannig að takið það með ykkur á kottan. Sko, og svo eitt á þess að vera með ykkur fabuleiningar. Já. Ég hef bara ekki skilið, þetta núna, hvernig opnaði það? 2017, þetta 5 ára gamalt. Ég held ég að bara aldrei rekist á Íslending inn í búðinni. Hvar sækir maður vinnu þarna? Það rosa mikið útlending að vinna það. Já. Og ég hef bara ekki hugmyndum hvernig það virkar því að, manni fannst maður alltaf sjá nýtt fólk. Fyrir utan hann að gaurinn í hurðinni, Frank eða Charles eða John eða hvað hann heitir. Fólk sem vinnur á Costco, má það hlaupa milli landa og vera mismunandi búðum eða? Það góð spurning, bara eins og að hlaupa milli útibúa hérna. Það ekki held ég svona há starfsmannavelta á staffinu þarna. Ég finn okkur reglulega og maður kannast við. Ég þetta fyrir ekki nóg átt þarna. En þú veist, það ekkert að því að þessi útlendingar að vinna þarna. Ég alls ekki að segja það. En þetta bara by far hæsta hlutfall af non-íslendingum í vinnu á bara þokkalega fínum vinnustað, myndi ég halda sko. En það var gaman að komast í botsi hvar sækir maður að vinnu og bara nenni kannski engin íslendingur að sækja vinnu það það sem þú vilt segja? Ég þekki ekki hvernig en ég elska að fara þarna, þeir eru kurteisir þegar þú labbar inn, kurteisir í afgjörstunni. Ég hef bara góða reynslu á Costco sko. Já, ég var þarna í fyrradag og við vorum svona gantast ég og afgjörslukonan hún þóttist verið að skanna guttan hún skítrættu hann í körfunni, við settum hann í körfuna svo hlóum við bara og við hlóum og hlóum þannig að nei, þú veist, þetta góð þjónusta á alltaf en where are the Icelandic people? En herru, EBITDA úr einu í annað úr íslenskum starfskrafti yfir í EBITu hún 535 milljónir og þetta bara svona svipaði taktur á síðustu ár 2,5% framlegð og bara einhverjum fleiri blöðum það að fletta hagnaðurinn, þetta raun bara sama uppskrift eins og alltaf, bara dónalegar afskriftir sem dregur EBIT niður í 190 milljónir svo eru hrein fjármunagjöld 319 og mest af því auðvitað þessi gengismunur þóks í framvirkusamningunum þetta gerir 509 milljónir í hagnað fyrir skatta og hagnaður eftir skatta því 393 milljónir króna og það kannski eðlilegt að benda á það
fyrir þá sem ekki skilja afskriftir fullkomlega, þá þetta í raun ekki peningur sem kemur raunverulega til frádráttar af bankabókinni. Nei, þetta eitthvað bókhaldsfif. Í þessu tilfelli til dæmis búið að afskrifa fasteignum 820 milljónir króna á þessum 5 rekstrarárum, sem vissulega til frádráttar síðan, þú veist, í rekstrarreikning, en kemur svo til viðbótar í sjóðstreyminn, svo félagið ekki að tapa þessum pening fysiskt, sko. Í raun sko, veltu fyrir frá rekstri þetta ár, það 930 milljónir króna, eins og það kemur fram í sjóðstreyminu. Og veltu fyrir frá rekstri í rauninni bara hreinn hagnaður ársins, eins og hann birtist í rekstrarreikningnum, pluss afskriftinnar, og svo pluss einhverju fleiri liðir sem eiga við. Það að gera bara skoða sjóðstreymisyfirlitið gaumgæfilega, því að þetta endilega ekki allt sem sýnist á rekstrarreikning, því að félagið getur jafnvel verið í tapi ár eftir ár, sögum afskrifta, en samt með góða lausafjárstöðu, sko. Þannig að það í mörg horn að líta. En já, ég finna þessi þáttur þyngra en oft áður. Nei, alls ekki. Eitthvað hálf þungt yfir þessu. Nei, ég hef gaman að þessu. Það bara svona smá fróðleiksmúli inn í þetta. Já. Allavega, hagnaði félagsins 339 milljónir sem bara nokkuð vel, 1,8% hagnaði hlutfall, og það hefur notabenni aldrei verið greiddur út arður á þessum tímapunkti, svo það komið fram. Efnahagsreikningurinn, förum yfir í fastafjármunir, eða bara eignir fastafjármunir, þeir standa í tæpum 5 milljörðum. Þar eru varanlegir rekstrarfjármunir langstærstu hluti, bókvært virði 4,8 milljarðar, sem náttúrulega mestu leyti bara fasteignar og lóðin, lóðirnar. Já, hvað með það lóðir? Kauptún 2 og 3 og lóðirnar þar undir. Það stendur samtals á tæplega 4,5 milljörðum króna bókværu virði, og svo restinum 300 milljónir í áhöld og innréttingar. Það einnig búið að náttúrulega afskrifa þetta alveg heilan helling. Já. Nú veltufjármunir tæpir 7 milljarðar, það handbært fyrir langstærstu hluti 5,8 milljarðar. Sennilega svo allra þykkasta pingja sem við höfum séð, held ég. Ég held að við höfum ekki verið Ég held séu vaxtamunarviðskipti. Þau bara dæla henni cash og eru með þetta á okkar hávaxtareikning. Svo Geir að hækka vextina. Þau vita það. Þá eiga þessi vaxtamunarviðskipti til með að aukast, vissulega. Svo styrkist gengið og þeir kassa þess út. Þetta er bara þjófar. 2007 all over again. En handbært fyrir 5 milljarðar. Þetta örugglega þykkasta pingja, bara sem við höfum augun litið. Já, þar á eftir, ég að reyna að hugsa það. Ég held ekkert. En svo byrjuðir næsta stærðin þar á eftir 1,6 milljarður. Og þá kemur það sem að ég er búinn að vera spenntur fyrir að fara yfir allan þáttinn. Það veltuhraði byrða. Hann hvorki meira en 11,7. Þannig að svona tæplega 12, sem þýðir að þau eru að velta lagarnum 12 sinnum á ári. Það að segja einu sinni á mánuði, og þetta finnst mér stór merkilegt. Já, þetta er nefnilega bara drullu gott. Þú veist, þau panta ógeðslega mikið inn, og svona meðaltali út frá þessari stærð, þá eru þau bara að hreinsa lagarinn bara á mánaðarfresti. Það bara komið inn ný fullbúð bara á mánaðarfresti. Já. Eða nýr lagar, skilur. Og sko, eitt þú veist, það er svona að rifjast upp fyrir með punktar sem ég skrifaði ekki niður. Ég hlusta á geggja podcast Costco. Að fyrir þeir eru náttúrulega með svona miklu færri hluti heldur en hinabúðurnar. B, þeir rótera þeim. Já, milli staðsendinga í búðinni. Þá eru hlutir í búðinni ekki á sama stað og þeir voru síðast. Já, ég skil þig. Og þetta er engin illkvittni. Nei. Þetta er bara þetta færið til að stróla aðeins meir og leita. Þetta er bara taktík. Já. En já, merkilegt. En svo er restin af veltufjármun bara einhver penni í skammtíma kröfum og svo viðskiptakröfur líka. Þú hafði nú einhvern sérstakann áhuga, sagður við með áðan á því. Komum kannski nánar inn á það eftir. Já. En þetta gerir í heildina að tæpa 12 milljarða í eignir, takk fyrir. Sem er slatti. Sem er vel. Já, sem er vel. En skulum kíkja yfir skuldahliðina. Hún er nefnilega ekkert sérlega merkileg, sko. Þetta þú veist, það sem er náttúrulega merkilegt er að þau eru náttúrulega nánast langtíma skuldlaus. Það er þessi áðurnefnda leiguskuldu upp á rúma 200 milljónir og svo tekjuskattskuldbindingu upp á 34, þannig að þetta er ekki neitt. Skammtíma skuldir, þær eru samtals 2,7 milljarðar og viðskiptaskuldir, aðra skammtíma skuldir og skuldir við tengda aðila er svona megin þorrin af því. Ég ætla ekki nánar út í það svo sem þetta er yfirleitt bara eitthvað tilfallandi sem stendur úti þarna við uppgjör, sko. Ekkert krassandi þarna í raun.
En ef við skoðum þá skammtíma greiðsluhæfið, þá það stórfínt. Veltufjárhlutfall, 2,55. Já. Tökum byrðirnar út á jöfnunni og fáum lausafjárhlutfall. Það 2. Já, 1,97. Já, ég að spá ég að hendi í reiðufjárhlutfall. Okay. Handbært fé deilt með skammtíma skuldum. Það 1,86. Já. Og í rauninni bara frábær lausafjárstaða, enda svo sem, eins og ég segi, búið að dæla í þau hlutafé. Og það í rauninni ekkert annað hægt en að vera með gott svona skammtíma greiðsluhæfi eftir svona stuttan tíma sko, með allt þetta hlutafé inn í félaginu. Veistu, þar ég hjartanlega sammála. Já, takk fyrir það. En skuldahlutfallið, það svo ekki nema 25% og mjög lítill hluti að því til langstíma og svo getur þau leikið sér að því bara að vera á nulli í skammtíma skuldum svo þau gott sem skuldlaust þannig séð sko. Eins og ég sagði, þetta oft bara eitthvað sem útistandandi við uppgjör sko. En svo skulum við, þetta fer nú alveg að vera búið hérna hjá mér, skulum aðeins kíkja í eigið. Það 9 milljarðar, langstæstu hluti hlutaféð sem ég nefndi framalega í yfirferðinni og bara og reyndar bara yfir alla yfirferðina. Það stendur í 7,8 milljörðum. Það bara sem var dælt í upphæði. Og svo hérna óráðstafað eigið í 900 milljónum og annað eigið í 246. Þannig að þegar þau byrja að pumpa þau ég inn í 938. Já, 900. Já. 900 milljónir í óráðstafað. Þau byrja að pumpa út arðinum. En þú veist, hver tilgangur með að vera að pumpa út arðinum, þú veist, núna, skilur við þau. Nei, þegar kemur að því. Þetta bara byggja, hún að stækka. Þau að stækka byggjuna. Algjörlega, en sko, já, þetta var nú kannski ekki svona eins rómantísk yfirferð og af sveita fólkinu sem kemur í bæinn og gýra sig upp í rjá og er búið að veðsetja börnin og húsið en svo á endanum árangri, skilur við. Já. Kannski ekki alveg svo rómantískt, en... Nei, þetta konservatíva approach. Já, þetta var bara eitthvað sem við þurftum að kíkja á. Já, ég veist. Þetta búið allra landsmanna. Já, vilja allir vita hvað Costco búið að vera síðustu ár, sko. Það ekki það? Jú, ég held það. Ertu með einhverja kenningu hvað margir notendur í dag, eða? Nei, þú ert með það. Sko, sá óábyrgi hent ekki þá kenningu. Nei. En ég hvað óábyrgastur þegar ég fæ hugmyndirnar í loftinu. Já, ok. Já, ég ætla bara að draga þetta svona aðeins saman, sko. Þú getur fundið þetta meðan. Þetta náttúrulega, sko, þú veist, bara ágætis rekstur í gangi þarna, fjandinn hafið það. Þau eru að rukka fólk aðild og þau eiga að vera að skila hagnaði bara. Það bara bare minimum, sko. Þessar afskriftir eru samt, þú veist, þetta eru þungar afskriftir, þannig að raunverulegur hagnaður þú veist, hann talsvert meiri því að hér náttúrulega bara langstærstu hluti afskriftana af fasteignunum og Guð má vita að þær ekki að rýrna í verði þessar myndir. Þetta verður bara komið á nauðungar upp bara þær eru bara orðnar langt verðmætari en bækurnar sína þetta. Ja, svo þetta bara nokkuð gott hjá þeim. Það mun þó taka einhver tíma að borga sig þessi rekstur hér á landi. Held ég, að þú veist bara miða við fjármagnur sem var dælt í þetta í upphafi en annars svona, já, leiðilegast af þessu öllu fannst mér að sjá ekki sundurliðin á sölu á bensíni, sko það var eitthvað sem ég hefði viljað sjá bara, þú veist, það hefði verið djús, sko já, akkurat ég fann það bara ekki því miður, en eitt bara henda fram einni ábyrgri tölu við erum með 91% membership retention í Bandaríkjunum, 89% í heiminum sem kaupa þá það þýðir af hverjum 10 sem að skrá sig í áskrift þá munu 9 kaupa aftur. Svakalegt. Þetta sturluð upphæð, sko. Eða sturluð tala í retention. Við sláum þessu kannski upp fyrir föstaskaffi þegar við tekum milljónumæring vikunar. Því að við vitum hvað eru margir fyrst, svo getur við áallega át frá vexti, bara tek mjög óábyrgan álguna, eitthvað mjög óábyrgt. Já. En já, ég bara ég tendur bara óska Costco til hamingju með þetta og þakka þeim bara fyrir að veita stóru verslunarkeðjunum aðhald, sko. Já, síðstunna 3 ár eins og þær voru kallaðar. Já. Er það ekki? Haga, Festa og samkaupa. Já, jafnvel skil fjárfestingafélag líka. Það litli bróðurinn, alveg trítilóður mættur. Byrjaður að bíta. Já, nei, þetta eru síðstunna 3 ár, samkaup, Hagar og Festi og Costco að berjast í þeim. Heyrðu, þá komið að samanburðinum. Sko, við vitum að Costco heildsala, við vitum að það retailin elskar það, hótelin, mini-businesses, veitingastæðirnir, elska þetta.
þau eru með bensínsölu, raftæki. Það gerir þetta samanburðarhæft við Festi, Haga og Samkaup því að Festi eigum að þylja upp það veldi. Það er Elko, N1. Elko, raftækin, N1, N1 bensínið og smávaran. Krónan. Hvað í krónunni? Já, bara matvörur og akkurat. Allir fjandinn, sko. Og svo eru komin í Orku og eitthvað fleira. Hagar, verslanir Bónus og Hagkaupa. Svo eru við með Ólís, olíuverslun. Við erum með einhver raftæki, svona, það er alltaf raftæki í Hagkaup. Já. Það er alveg hægt að... Nei, sennilega ekki. En þú veist, þetta er mjög samanburðarhæft þannig, sko. Og Samkaup er svona möndlur, alls konar möndlur í sama pókanum. En svona fyrst og fremst held ég smávara og raftæki. Já, ekki segja það. Kaupbúðir, kjörbúðir. Svo Costco. Heyrðu, til að setja hlutin í samhengi hérna. Þú ert búinn að fara mjög vel yfir hvað veltan á Costco er. 21,8 milljarður 2021. Mesta veltan hérna af þessu verslunarveldum er Hagar með 136 milljarða. Jarða. Það er svakalegt. Og svolítið skemmtilegt hérna hjá þessum stóru. Á hvaða stað ertu komin þegar aðrar tekjur hjá þér eins og hjá Festi eru 2,3 milljarðar og svona aðrar rekstrartekjur og Hagar hérna við erum með 135 milljarða og svo eru aðrar tekjur 874 milljónir. Það er bara eins og það er skali, sko. Já, tvöfalt iðnmark í aðrar tekjur. Allavega það er svona leika í stóru lauginni. Hagar stærstir 136 milljarðar, Festi með 101 og Samkaupi síðan með 40. Samkaupi er rauninni bara tusen stærri heldur en Costco okkar. Hvar viltu byrja? Ég er nefnilega að fara í nýjan metrik. En sko, það er spurning hvort við spólum okkur bara hérna úr tekjum. Við taka hagnaðarhlutfall eða rennum bara yfir EBITDA. Já, hvað er svona meðal EBITDA? Álagningin náttúrulega. Álagning, já, byrjum þar. Sko, Costco, eins og kom fram á hann var 16,1% nýjasta ársending. Vilja vera 15% max. Festi eru hérna top of the world 36% álagningu. Það á eftir Samkaup 33 og Hagar 27%. Þannig að þarna sérðu retail álagninguna. Þú veist, þetta hefur pottet verið hærra fyrir tilkomu Costco. Geti verið. Það er kannski eitthvað sem við ættum að skoða fyrir næsta þátt. Og endilega ef að fólk vil glussa á okkur einhverju matvörudjús, sendið okkur fyrir næsta þátt. Því að við ætlum að taka aðra keðju og gera svolítið meira úr þessu. Þá ætlum við að fara í litlu bræðurnar. Þetta eru stóru systurnar, Festi, Hagar og Samkaup. Og þá ætlum við að skoða litlu bræðurnar. Þetta er svona kaupmaðurinn á horninu. Já, til að byrja þessa seríu fyrir hina vinnandi maður. Já, einmitt. Akkurat. Heyrðu, EBITDA hlutfallinn, hérna er Festi að standa sig best með 10%. Það þarf þó að taka inn í myndina að bæði Festi og Hagar eru nýbúin að skila uppgjöri fyrir þetta ár. Og Hagar náttúrulega bara dælir inn afkomu viðvörunum eftir að Eva Löfu mætti. En þetta er fyrir 21. Já, Takk Eva er að trenda. Festi 10% EBITDA. Hagar 7,7, Samkaup 6% og Costco 2,5. Þannig að þú veist, bara til að taka þetta aftur í samhengi, Festi, hæsta EBITan, en ekki mesta veltan. Hæsta álagningin og hæsta EBITan. Þetta er nefnilega, Costco er náttúrulega, þetta er svona í krafti fjöldans. Já, svona þetta er, þetta er svona magna afsláttur og það er kannski eðlilegt að þau séu lang neðstana. Þá förum við í... Færð og kaupir 3 kíló af netum, en ekki 250. Já, akkurat. Í Costco? Hvað er að heimskast sem þú hefur keypt í Costco? Ég hef nefnilega ekkert keypt rosalega mikið þarna, sko. Nei. Ég man að þú keyptir einhvern svona skrítnasta ávöxt sem ég séð. Já, það var enda drulusteikt. Hann var góður. Vítu, ég var með einhver aðra, sko, já, svo er annað. Þér líður alltaf eins og sést að fá allt ódýrt. Já. Ég held ég hafi aldrei labbað út úr Costco fyrir minn en 20 skall. Já. Og ég hef bara ekkert verið að versla hana, sko. Ég er að safna hunangi, það eru kannski ekki allir sem vita það, I'm the honey collector. Og hef iðulega keypt mér hunang frá Nýja-Sjálandi og Ástralíu sem heitir Manuka. Nægilega fínt. Sé það í Costco einhvern tímann. Kem út held í 14 krónum fátækari, þá var krukkan á 7 skall stykki. Hvað var þetta að kaupa 3 kíló af þessu? Nei, bara $2 á sikkert 7 skallin. En það er svona skemmtilegt. Það lifir með mér að eilífu, þannig ég ætla ekki að gráta það hér í dag. Ég er löngu búinn að afskrifa það.
Já, þetta afskrifað í þínu bókum. Já, heimilisbókaldur. Heyrðu, starfskildi og eins og þú kemur inn á, ég ætla bara að taka heildatöluna frá Costco, 226. Já. Og sama í ársreikningum Festi, Haga og Samkaup, það hérna talað ársverk, bara ársverkin. Já, einmitt. Sem var ekki hjá Costco, sant? Nei. Það var að tala hlutastörfin og... Já, en svo var 226 var talið í ársverkum, sko. Heyrðu, Hagar eru stærst með 1400 starfsmenn, Festi 1100 og Samkaup 447. Þannig að þetta bara enn og aftur í samhengi við veltuna. Þetta gefur okkur tekið på starfsmann. Já, ég er spenntur að vita hjá Costco. Ég held að Costco gæti... Nei, sennilega ekki. Þeir eru hæstir. 96 kísukúlur á kjaft. Já, takk fyrir. Þar á eftir eru að Samkaup með 89. Ok. Heyrðu, nei, ég er að rugla. Hagar lá hérna í dvala. Já, með grunaði það. Þeir eru með 97. Sjæsi. Já. Hagar með 97. Já, fuck. Hagar eru með 97. Costco 96,5. Sorry, og því að Hagar gefa upp hérna án, ég bara tók ekki eftir þessu. Og Festi með 85. Eitt hérna skemmtilegt. Cox Plus laun. Já. Allar systurnar, þær hanga undir 90. Já. 85 upp í 89%. Já. Costco 95%. Cox Plus laun. Já, einmitt. Hæsta Coxið. Hvað launahlutfall af tekjum hjá Hugum og þessu? Já, sko, eins og þú komst inn á, Costco 8,8%. Næst lægst Hagar 9,5. Já, þetta svona lágt. Já, þetta náttúrulega svo mikið veldi, systurnar. Það orðna svera, sko. Systurnar. Festi 11,5% og Samkaup 13,5%. Já, ok. Já. Ég held að þetta verið sett betur í samhengi í næsta þætti þegar við tökum inn Rip Rap og Rup. Já, einmitt. Þá förum við að sjá hvernig djúsin magast á eyrinni, sko. Já. Heyrðu, hæsta hagnaðarhlutfall, ef ekki bara henda okkur það. Jú. Það fætti Festi 5%. Speglast við ebituna þarna. Já. Þú varst búin að koma inn á Costco. Já, þetta svona, skemmtilegt hérna með Return on Sales. Já. Sem bara engin spáir í aldrei nema þú. Já, sem málningametrikin okkar. Það sem sagt hvað mikið af ebitinu er að koma af veltunni. Já. Og hérna eru gamlu góða afskriftirnar, algjörlega að hakka Costco. Þeir eru í 0,9%. Já. Festi hæstir 6,8%. Veltur hafði byrða, þú tæklaði þetta nú. Já. Þú lést svolítið lítið út eins og þetta væri algjört undur. Já, eða þú veist, nei, samt, eða þú veist, mér finnst bara merkilegt að lagarinn sé að tæmast á mánaða fresti. Ég hefði trúaði að þeir væru að pantinn reglulega endur nýjan, hvað sem maður? Já, við getum séð hérna, sko, velturhæðin hjá hinum, hérna er vel að bara innan skekkjumarka, sko. Ok. Festi 9,7, Hagar 10 og Samkaup 10,7. Já, þetta mitt. Það sem gerir biðtíma upp á 37-34 dagar, sko. Aðeins lengri. Já, meðan að Costco var í 30. Já, 30-31. Svo eru við hérna komnir í Diddy's Juice. Velturhraði viðskiptakrafna. Sko, ég ætla að ganga lengra. Þú hafðir einhvern óskiljanlegan áhuga á því. Já, en sko, ég reyndar, þetta er auðvitað samt mikilvægt þegar þú ert komin í svona stóran business að vera með stýringu, kröfustýringu. Talaði við einn heildsal á landinu sem hatar ekki að díla við þessar smávöruverslanir upp á viðskiptakröfu tímabili, sko. Heyrðu, ég ætla að selja hérna hjá þér bestu vöru í heiminum. Já, flott, þú fær að greitt, hvað er það, 60 plus 15 eða 1 mánuð plus 15 eða, þú veist, þannig að cash conversion cycle skiptir öllu. Og ég ætla að taka það saman næsta þetta, en ég fór í velturhraða viðskiptakrafna. Og ég ákvað að fara aftur to the roots, allt og mikið að slettum hérna. Ég kíkti í testamentið. Já, aftur í ræturnar. Og bara til að fólk skilji þetta, velturhraði viðskiptakrafna er mælikvarði á innheimtu félags kröfustýring, eins og þú segir, og því herra sem hlutfallið er, þeim skilvirkari innheimta. Og heldur að fólk skilji þetta, við tökum semast söluna, leggjum vaskinn aftur ofan á, því í ársreikningum er vaskurinn ekki inni, hann tekin af, og deilum með meðalstöðu viðskiptakrafna. Ég skil þetta. Já, en þú veist, ég menna að það er verið að veita okkur aðaldinn í grúppuna að við séum bara óskiljanlegir. Já, vissulega. Þú veist, það var eitt sem skrifaði, kunni ekki að stafa dýpind og pingjan, við segjum það svo rætt. En samt eru við rödd hinnar rísandi kynslóðar. Rísandi kynslóðar, já, og hún babla bara. Heyrðu,
Velturhraði viðskiptakrafna hjá Costco er 86,8. Ok. Til að setja það í samhengi við systurnar, þá er Festi í 26. Okay. Þannig að þeir eru með næstu í 4 sinnum hærra hlutfall. Hagar í 42 og Samkaup í 62. Slöpp innheimta hjá Högum. Já, það lítur... Nei, hjá Festi. Já, og Högum, eða þú veist, bara við hliðina Costco. Costco er kóngurinn þetta. Kóngurinn. Og þetta skila sér í öðru hlutfalli sem heitir innheimtu tími krafna. Já, sem það sé ég tek velturhraðan og deili með 365. Og þetta segir okkur hver langa tíma tekur að breyta þessum kröfum í cash. Ég veit. Og stuttur innheimtutími er talin merki hagkvæmni í rekstri. Og hlustaðu nú. Costco 4,2. 4,2 daga að breyta. Það er kóngurinn í þessu. Já. 4,2 daga. Þú lappar inn á mánudag og þeir eru konum með þetta á fimmtudegi. Já, í pingina. Þetta eru cash á fimmtudegi. Heyrðu. Samkaup. Þetta er skemmtilegt. Þetta er virkilega skemmtilegt. Ég ánægði með þetta framtak. Já. Ég menn þetta skiptir öllu. Þegar þú lappar inn í Samkaup næst, þá lappar inn á mánudegi og þú veist að þeir eru konum með peninginn á föstudegi. 5,8. Já, á föstudegi. Hagar 8,7 þannig að þú veist, þú lappar inn á mánudegi og Hagar eru konum með kassi þriðjudaginn eftir. Og það fer beint í Dominos. Festi er í 14. Það þýðir að þú lappar inn á mánudegi og á mánudeginn eftir 2 vikur þá er þetta komið í kass. Heyrðu, svo ætla ég að ganga lengra með þennan metrik þegar við kíkjum á bræðuna 3 í næstu viku og fara í cash conversion cycle. Svo náttúrulega verður sá óábyrgi að láta ljósið skína hérna. Og hvað ætlar að gera núna? Já, og það er náttúrulega að við hendum í verðmat í boði Keldunar og allur samanburður hjá okkur er náttúrulega alltaf í boði Keldunar. En sá óábyrgi, hann límir sig ofta á kitta og við hendum í 7 sinnum ebitu á þetta. Andskoti. Og ég held að þið marks það hvað hún er óábyrg í dag. Hvað er ebita markvældarinn á svona Högum og Festi og varstu búin að kynna það? Heyrðu, nei, maður ætti nú, er ekki Hagar að treyta á 10 sinnum ebita? Getur verið, ég þekki ekki alveg nákvæmlega. Sko. En ég er allavega hérna með... Þú hendur þá bara í 7? Ég er með helvíti fest verðmat á þá. Og sem sagt, 7 sinnum ebita á, ef við byrjum bara á Festi, það gerir þá í, byrjum á Högum, segi ég, það gerir valuation upp á 73 miljardar. Það er bara nokkuð gott. Það er, Festi, 70,8. Þetta er svo heimskulegt, sko. Já, Samkaup, 16,9. Þú veist, þú getur séð bara ebita markvaldarinn á markaðnum, sko. Já, þú veist. En þetta er verðmat í boði kitta. Já, ég veit það. 7x. Já, en segðu okkur hvað markaðurinn segir. Það þarf ekki að vera að Nei, ég veit það þarf ekki að vera hans í rétt. En hvað er, já, þá getur við bara sagt fólk getur bara að tjekka á því. Nei, hvað er með það? Fólk fer inn á Kelduna núna og tjekkar á því. Segðu mér EV2 EBITDA á... Það stendur... Nei, já, það þarf að reikna enterprise value. Ok, heyrðu, þetta er bara góður... Ég held sem við með góðan grunn hérna. Já, verðmat í boði Keldunar. Svo hérna, ef við endum þetta á Costco, þá eru þeir að detti í góða 3,7 hjarta. 3,7 miljardar? Já. Ok. 7 sinnum ebita. Og dælið á... 6 miljardar. Kostaði 16 miljardar að standsetja staðinn og verðmatið þitt 3,7. Já. Ok, skemmtilegt. Takk fyrir þetta. Ég hef heyrt að nokkur framtakssjóðir sé að fylgja þessum verðmatum og þetta er verðmatið hjá okkur. Bæstu 7,8 miljónum í hlutafé upphafi en verðmatið í dag er 3,7. Já. Heyrðu, eitt að lokum. Já, kíkið svo inn á Kelduna hérna, með samanburði og annað. Þetta er snildartól sem við notum og að bjarga líf okkar. Já, klálega. Og hérna... Við varum ekki að pikka. Þetta er mikill tímaspartnaður. Bara að loka þessu. Þetta er langur þáttur. Það er allir að hlusta ennþá. Eða of langur. Nei, það fólk er alveg sama. Hlustar í 2 pörtum. Sko, við erum að bera saman innlenda einingu í alþjóðlegu neti. Hvernig stendur hún sig? Það er enginn að taka hann út nema við. Tekjur per útibú hjá Costco er bara 21 hjarti. Við getum gefið okkur það. Já, á Íslandi. Já. Hvað er það í heiminum? Sko, það eru 828 útibú worldwide. Miðað við rekstrartekjur upp á 195 miljardar bandaríkjadollara. Þá gerir það 236 milljónir bandaríkjadollara á útibú. Hvað segirðu? 236 milljónir bandaríkjadollara á útibú. Þannig að við erum underperforming þarna. Cox plus laun worldwide er 87%.
Þannig að við erum Við erum undir það líka. Nei, við erum yfir þar og til að launahlutfall eru á hátt. Ég er að segja að, þú veist, við erum undir þar í rauninni, Já, þú í samanburðinum. í framistöðu, sko. Akkurat. Já, þannig að við erum þá tæmdir í billi eða hvað? Jú, ég held það og við erum búin að fara hérna yfir Costco, systurnar 3 og hvernig þær standa sig á hinum íslenska markaði og næst eru það vargarnir. Það eru, kaupmennir á horninu. Já, það bræðurnir á horninu. Sprengið þáttur sem ég held að mjög margir munu hafa áhuga á. Því að hann er minni í sníðum en stærri en fólk heldur. Já. Er það ekki? Jó, klálega, ég held að það sé góð yfirskrift, sko. Já. En að því sögðu, ef við þá ekki bara kveðja og við erum þá konur í frí bara þannig á föstudaginn. Já, er það ekki? Jó, ég held að. Þannig að við bara vonum að þið njótið það sem eftir í dag, kæru hlustendur og takk fyrir hlustir. Já. Verið þið sæl. Takk og bless.